Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn mánudagskvöld. Já, Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég kom inn á áðan þá ætlum við að fara aðeins yfir í sterkasta mann Íslands og á línunni kominn Hjalti Árnason. Já, hann nú hefur verið sterkasti maður Íslands ykkur tíman, eða það ekki rétt? Jú, það nú svolítið síðan reyndar. Já. En það kannski ótrúlegt hvað, þegar við byrjum með þessa keppni 1985, þegar Jón Páll dansaði með hellun á sínum tíma, að þá gróf þetta sér djúpt í þjóðasálina, þessi íþróttir og hefur verið með okkur síðan, sko. Já. Og já, við erum náttúrulega þekktir Íslendingar, er það ekki, fyrir að vera hraustir út af Jón Pál, Magnús Ver og já, þér og fleirum? Jú, sko, Jón Páll kannski riður brautina svolítið fyrir okkur, sko, og þegar við, sko, íþróttin er kannski ekkert svona, er ekki svona alheim stór eins og hún er í dag. En þarna voru tækifæri og Jón Páll náttúrulega, sem sagt, með sinni framkomu nær, ef ekki segja bara heimsathygli. Og þá var alveg óþekkt á þessum tíma að menn væru með svona einhver læti. Þannig að Jón Páll til dæmis þegar hann byrjaði að láta öllum illum látum og I am the strongest, I am the Viking, þá ætlaði BBC jafnvel að vísa honum úr keppninni fyrir að þeir held að hann væri geðbilaður. Já, þú meina það. Já, en svo bara sá þeir þetta virkaði og fekk mikið áhorf, þannig að þeir bara dýrkuðu hann og létu þetta viðgangast. En já, það má nú segja, já, núna helgina þá var nú sterkasti maður Íslands haldinn og það leitað út fyrir það að það var ansi fjölmennt þarna þó að knattspyrna sé náttúrulega stela svolítið fjölmenna athygli þessa dagana? Já, það er búið að vera gríðarleg stemming helgin í kringum þetta, náttúrulega mikið af keppendum, við vorum með 12 keppendur og við ætlum nú að eins og EM að vera með svona qualifying en við fórum bara með 12 í gegnum allt mótið og það var alveg mannhafið niður í bæ og það var það mikið að Hafþór átti vandræði með því að við byrjum í fjölskyldugarðinu með 2 greinar og Hafþór svona er náttúrulega búin að vera algjör yfirburða maður á heimsvísu og hvað þá í Íslandi. Hafþór Júlíus Björnsson þá? Já, en í þetta skiptið var hann var bara eitthvað búin að vefja sig öklam því ég hef aldrei séð neitt meiddan eða neitt. En í fyrsta skipti er eitthvað smáægilegt að honum og hann segir þetta sé bara smáægilegt, sko, en þetta var, sko, svo eru Stefán Sölvi þarna og fleiri mættir hrikalega öflugir, Ari Gunnars og þessi strákar og í gríðarlega formi og margir aðrir. Og Haffi svona hugmyndir hans að spara sig eitthvað mjög mikið, það er þurft að víkja í raun og veru því að þetta var gríðarlega hörð keppni og endaði með því að Haffi sigrar í 4 greinum af 8. Já, já, kannski aðeins að fyrir hlustundur þegar náttúrulega flest allir þekkjorði Hafþór Júlíus Björnsson, bara allir Íslendingar, hann er heimsfrægur. Já, hann núna er hann sko, hann sem sagt, og þetta er nú svona skemma fyrir honum að vissu leiti, ég var nú að tala við félaginn minn í dag sem er Albjörn Jónsson Bakara sem er vel inn í sportinu sko og hann sagði að ef Hafþór alltaf að taka þetta núna þá þurfti bara hægt á Twitter og Facebook og öllu og fara að fá sér bara soðin fisk og kartöflur og tala helst ekki við nokkurt mann og vera bara æfa fullu og kúpla sér alveg frá umheiminum og það er svolítið til í og láta sér vaksa skegg og hægt að fara í hárgreiðslu og verða ljótur og ógeðslegur og þú veist gera það sem gera þarf í þessu skilur en Haffi er náttúrulega alheimstjarna orðin og nú náttúrulega er hann að fara sterkasta mann Evrópu bara eftir ég held halva mánuð og svo er hann að fara að leika í móti Van Damme í Kickboxers 2, þetta er risaverkefni risa Hollywood production og það er sem sagt George St. Pierre, hann var þekktasta íþróttastjarnan Kanada og MMA sérfræðingur, hann verður með í þessu og Mike Tyson, þannig að þetta er nöfnin sem eru komin inn í hennar sem ég veit sko. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega gerir það að það er náttúrulega fyrir Haffa að æfa eins og fyrir svona hrikala erfitt mót þessum sterkast maður heims og vera Hollywoodstjarna og í auglýsingum og öllu og sem dæmi sko hvað hann er upptekinn og þá fyrir svona, hálfum mánuði síðan 3 vikum þá hringir hann í mig frá Suður-Afríku, vann þar Arnold Classic og Arnold Schwarzenegger var með hann þarna á snappinu og bara I'm here with the mountain og alveg hugfangin af Hafþóri og þetta var það slæmt sko að Hafþór var svo bara komin með síman hjá Arnoldi að taka snappa þeim og eitthvað þetta og Arnold er algjörlega sko
hann segir sko, this is the best built strongman in the history. Já, einmitt. Og alveg heillaður Arnoldin og ég náttúrulega vona að hann geti hjálpa hann þá meira í gegnum leiklistin eða hvað svo sem annars eða verður sko. En síðan hringir hann í mig, 3 dögum síðan, þá var hann komið til Ástralíu. Svo kemur hann hérna einhverja 2 daga og svo næst hringir í mig, þá var hann komið til Los Angeles á leiki í Nike-auglýsingu. Þannig að þetta er alveg ótrúleg frægð og frami sem fylgir þessari velgengnans, en þetta náttúrulega, þú ert ekki að æfa með hann í flugvélinni sko, og allir þessi tímamönur og allt þetta og hvernig hann heldur sér svona þungum og flottum og skafinn maður, 180 kíló sixpack í þessu svakalega formi með því að vera í flugvélum annarkvært dag. Ég botna ekki í hvernig hann fer að þessu sko. Nei, nákvæmlega. Það líka með hann Hafþór, það má segja, hann náttúrulega það þekktur og frægur, en það greinilega þetta Íslendinga stolt í honum að sko, hann kemur og keppir í sterkasta mann Íslands, til dæmis núna helgina, þegar hann hefði alveg getað sleppt í kannski og verið ykkur miklu stærra verkefni jafnvel. Já, hann hefur haldið algjörum trúnaði við keppa sterkasta mann Íslands frá upphafi. Hann náttúrulega, þetta svolítið ræturnar hans og hann komið 6 sigri í röð og ég heyrði hann að spjalla við föður á þessu daginn og þeim fannst svolítið að þetta er náttúrulega mót sem á sér sögu frá 1985 og svona þetta kannski þegar skoða verður aftur í tíma, þá eru sigurverðarnir úr þessu móti, ég, Magnús Ver, Hafþór, Jón Páll og svo náttúrulega Torfi Ólafsson á sínum tíma og það er þeir sem hafa sigrað að hafa svona, eru stórnöfn og þetta er mikið saga í kringum þetta alltaf En Hafþór náttúrulega, ég gríðalega ánægður með hann sjá sér fast að koma hérna til okkar og keppa á Íslandi og hann náttúrulega álíka fullt af íslenskum aðdáendum. En svo náttúrulega hvergi betra að æfa í raun og veru en hérna, það svakalega fín aðstafa og hérna náttúrulega maturinn og allt mjög gott og hann aðeins að slaka á hérna sko. Þannig að hann svona aðeins að hreinsa sig að vera á Íslandi? Já, þá náttúrulega mjög góð æfingaðstæða hérna og allt og hann aðeins að slaka á og þetta er náttúrulega gríðalegt álat allar þessar myndatökur og við sáum bara eins og núna sterkast mann Íslands þegar við vorum að fara frá, sem sagt við byrjum í Fjölsbyggðarnum með 2 greinar, svo tókum við 4 niður í miðbæ Reykjavíkur og þá, sem sagt, Haffi var í vandræðum að komast að réttum tíma upp í Mosesbæ þar sem enduðum mótið því að það bara bókstaflega mannhafið og einhandardanir og hann komst kannski löndni strand sko, og hann alltaf segir helst ekkit nei við neitt, hann svo ljúgur drengurinn sko. Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega var líka sko hvað þetta sportið að stækka hérna á íþróttinu á Íslandi að Discovery Channel var með sérstakt crew hérna sem fylgdi mótin og þetta fer bara í alheim sýningar núna eftir cirka 2 mánuði, þá var þetta bara sýnt út allan heim, þannig að þetta sportið og ég kannski eins og öll þessi hvað Íslandi orðið þekkt og allt í dag svona örlítið hluti af því allavega er að Jón Páll rutti þessa braut og menn fór að byrja að þekkja á Ísland og svo bara, þú veist, á hverju einasta ári, ég næstum því sagt, þá að koma blaðamenn og sjónvarpsmenn hérna gaggjast að fylgjast með afbrunum á Ísland og gera þætti. Og svo náttúrulega heimildamyndi sem við gerðum með Jón Pál, hún raun og veru ítti svolítið svona flóðbylgju á stað Ísland, aftur sko. Nákvæmlega. Og svona með, sko nú var náttúrulega keppnin sterkasti maður Íslands og Stefán Sölvi og Ari náttúrulega gáfu Hafþóri Júlíusi ekkert eftir. Stefán Sölvi, hann það ekki bara koma aðeins tilbaka eða ekki úr meiðslum? Jú, svona... Stefán Sölvi var ótrúlega frískur og þetta er ekki maður. Hann er með mikla reynslu og alveg heill og í toppformi og þetta var svakaleg keppni á milli þeirra. Hafþór var stundum að reyna að fara aðeins rólegir í sakinnar en hann mátti bara hafa sig allan við og svo kom hann að Sigfús Fosta líka mjög óvart með eina grein alveg hrikalega góða sko. Og þannig að Hafþór sko í staðin fyrir eins og í fyrra þá vann hann alla greinarnar, hitti fyrra vann hann alla greinarnar, 7 greinar vann hann í fyrra en núna hann sem með 4 sigra sko. En hann náttúrulega við stiltum mótið svipað og keppni sterkast maður heimsverð, við vorum með greina, það var restöðlifta Max, það var öxullifta Max, þannig að við vorum og svo hleðslugrein og bændaganga og við vorum að reyna líka svolítið eftir keppninu sem verður og strangist og hún bara 10. ágúst og það orðið voða stutt í þetta og Hafþór náttúrulega þarf að fara á Europe Strongest Man í millitíðinni og leika þetta hlutverk sem tekur 2 vikur og út í Tælandi. Þetta verður svakalega strempið fyrir það sko. Já, og þú þekki það að tökur, almenn hlustandi kannski áttast ekki á því að tökur bara einni senu, þó að sé bara 10 sekúndar sena, það getur tekið alveg hellingstíma.
Já, ég held að sé með 2 vikur í Tælandi, þar sem að kickboxer 2 verður tekinu upp ef þetta gengur allt eftir. Og vandamáli að þeir eru búin að í tvígang fresta keppni sterkastamar heims. Og Van Damme og félagar held ég að við sett sko Hafþór afarkosti sko að núna myndi að mæta á þessum tíma og það eitthvað sér held ég sem sagt ákvæði í samningnum að hann verða að mæta á þessum tíma því að hann þarf búið að stilla, það byrja að auglýsa hann upp, það er komið pósterar, þetta er komið í sýningatími og allt á þetta, það eru komin að gríðarlega fjárfestingar í kringum myndina, þannig að Haffi, já, þú veist, hann er eiginlega sko til neyddur að fara til Tælands þarna og ekki á góðum tíma fyrir sterkastamar heims. En reyndar hef ég heyrt það að Reebok og einhverju samstarfsaðilans í Bandaríkjunum að þeir séu tilbúinir að senda jafnvel gáma tækjum fyrir hann þannig að hann geti þá, því hann á einhver breyk, hann geti þá komist í tækin og eftir fullu á milli sko. Já. Það er náttúrulega búið að vera draumur hans Hafþórs og hann sækir eftir því að vera sterkasti maður í heimi og hann er svona í rauninni ég horfði nú á þetta þarna í fyrra og þá voru lýsendurinn að tala að Hafþór sé sterkastur einhvern veginn, þó að hann sé ekki búin að vinna þetta ennþá. Sko, hann náttúrulega, það var alveg grátlegt fyrir 2 árum þegar hann tapa mótinu með hálfustigi. Og þá gera þarna skrýtni hlutir að, þetta er náttúrulega, keppni milli hans og sitt öra sér gríðarlega í restina. Haffi vinnur alla steinana sem hann hefur ekki tapað í mörg ár og allt í einu þá er sitt öra sem er svona mikill og vexti og gríðarlega sterkur en svona miklu þyngra á sér en Haffi. Já. En allt í einu gerist það einhverju 2-3 menn sem alltaf bara á síðustu 5-6 árum hafa unnið sitt öra í steinatökunum. Þeir fara allt í einu að klikka á steinatökunum. Og það ótrúlega gerist að sitt öra byrjar allt í einu að vera eitthvað svaka frískur í steinunum þannig að þú veist Haffi sem sagt þegar honum gekk ill í nefn þá komu margir á milli og það drógu puntana frá honum og svo þegar Hafþór var með sína góðu greið þá kom allt og fáir á milli og þetta var bara eins og þetta átti ekki að gerast þarna þetta er nú eitthvað ótrúlegasta sem hefur gerst hann í World Strongest og hann tapar í restina með hálfu stigi fyrir sitt öra en núna er Hafþór náttúrulega, hann er yngri, sitt öra sem er 10 árum eldri og meira og Haffi hefur verið alveg meiðslafrí þátt fyrir einhver smáæli meiðsli núna í kálfa sem tekst nú sennilega ekki mikið þannig að hann er með allt með sér og Haffi er yngri, hann er að bæta sér meira og með aldurinn og þannig að en svo er náttúrulega að koma 9 menn það er komin Pólveri Matteus Klukhenski einhver strákur 140 kíló 2 metra á hæð svipar Haffi með aðeins minni en Haffi kannski ekki alveg 2 en hann er samt með þessa hæði er hann bara grannvaxinn og Haffi segir með mig að þú veist af öllum mönnum þá sé hann nokkuð vissum að hann geti sigrað alla en þessi sé óútreiknanlegur og hann mætir þarna á sterkastum hann heims í ár sko. Já, þannig að það er líka að koma 9 inn þannig að þú veist svo náttúrulega er bara ég myndi segja hann Haffi á að geta tekið þetta í ár en aðstæðuna verða erfiðar því hann náttúrulega er Hollywoodið og þessi frægð er orðin ég vonu verða nú bara ekki að falla á mótinu sko. En já, þú þekkti nú Jón Pál sjálfur og já, hann, já, má segja Hafþór sé svolítið að fylgja svona eftirdæmi eftir Jón Pál. Nú var Jón Páll það ekki einmitt með svona vinsaldir. Hann hefði alveg enda bara jafnvel í Hollywood og veit ekki hvað og hvað. Sko, jú, það var alltaf draumur hjá Jóni og umbóðsmönnum hans út í Skotlandi sko. En vandamáli var að internet og þetta var ekki komið sem sagt og menn þá voru menn bara einhvern veginn strength and health og muscle og fitness og Jónatan er fyrsti Íslendingur og fyrsti bara Evrópubúinn til að fá samning við muscle og fitness og hérna Væter-keðjuna með auglýsa fæðbótaefni, bara einn af örfáum þannig að þar með muscle og fitness er gefið út í 5 milljónum eintaka þannig að þar var hann á heilsu auglýsingum og þar byrjaði náttúrulega og svo náttúrulega BBC var kóverað sterkastamann heims út allan heim sko þannig að Jón var gríðarlega þekktur hann var að bíða eftir hann náttúrulega fekk smærri hlutverk á móti Roger Moore og Michael Caine í Bullseye og eitthvað svona en aldrei neitt stórt sko. Nei, nákvæmlega. Ekkert eins og Game of Thrones og eitthvað svoleiðis sko. Nei, nákvæmlega. En já, svona ef þú samanber þessi 2 tröll nú erum við með hann Hafþór Július og Jón Páll var náttúrulega talinn hinn ódreipandi
ef að þessi menn væru núna hlið við hlið daginn í dag, þetta ekki algjör, já þetta voru tvær svona stór stjörnur bara þannig séð? Jú, þetta þá bara, sko, vera menn frá tíma til tíma. Jón var stærsta stjarnan á þeim tíma, sko, svona það var frægt einvígi þegar við hittum, þegar við vorum að æfa og Jón var á móta hitti Kastmæður í fyrsta skipti. Og þá var Kastmæður svona óbúinn að taka 1100 kíló þrefaldur heimsmeistari í kraftlyftingum með heimsmeti 1100-300 kíló bekk, engi bekkpressubólur, ekkert vesen sko. Og svo vinnur að keppna sterkast maður hins 3 ári röð. Og svo allt í einu fer Jón að mæta honum og ég man svo þetta var í Störlingkastalanum 1987. Og svo kemur hann að Kastmæðurinn í morgumat og sér að ég og Jón Páll erum að borða ís og svona og pilsar okkur eitthvað og svo segir hann að strákana, heyrðu, það getur verið að Íslendingar séu hraustir en það er ekki neitt vit á næringafræði þess. Svo líður mótstæðurinn og Jón pakkar Kastmæður bara í öllum greinunum og Kastmæður náttúrulega bara skilur ekkert hvað er að gerast. Og svo þegar fyrsta sem við sjáum næsta morgun, þá er Kastmæður að úðís í ís. Þannig að en Jón sem sagt braut blaðinn þarna náttúrulega í höllikastalanum 87 þegar hann tekur Kastmæðurinn og vinnur hann svona hrikalega. En sko ef ég nú alveg hreinskilur hans Hafþór er margfalt sterkari í raun og veru heldur en við vorum í gamla dag. Og þetta er náttúrulega þyngdirnar hafa aukist og náttúrulega svo Hafþór náttúrulega Jón Páll var kannski þyngstur þegar hann að keppa 140 kíló, Hafþór 185 kíló í keppnisformi. Það er alltaf stækka einhvern með svo hrikalega og steinarnir sem við vorum með sko voru þyngstir kannski upp í 150 kíló. Þeir eru komin sko eins og sterkastum maður Íslands bara helgina, þá voru þeir hjá steipustöðun að steipa steina fyrir okkur upp í 211 kíló. Þannig að þróunin er rosaleg. Já, og það er bara eins og í öllum íþróttum, frjálsum, körfubolta, handbolta, þetta breytist allt saman. Já, viðmiðið breytast sko en svona sko Hafþór er með þessari Hollywood fræði að bæta því svona sterkt inn sko, þá er hann að verða stærsta stjarna allra tíma úr þessum afgrein og kraftagera sem nokkuð tíman hefur verið uppi sko. Já, nákvæmlega. Hjalti Úlfarsson, ég geti talað við því allt kvöld, það er nokkuð ljóst enda eitt skemmtilegsta sport landsins svona áriðin sleppið, þá er það ekki mikið framundan samt hjá þessum þó að sterkasti maður Íslands keppnin núna helgina fór fram. Jú, það er mikið sko, við verðum náttúrulega á Suðurlandinu í byrjun ágúst með Suðurlandströllið. Já. Og svo er náttúrulega Vestara-Vingurinn, hann er hérna hvað er byrjun júlí. Og svo erum við að reyna að vera með Hálendaleik upp á Skaga og eitthvað minni mót líka. Þannig að það er töluvert líf og fjör í þessu hérna með okkar litla landi og svo fer það bara allt í sjónvarp. Já. Þannig að og Ríkisútvarpið hefur verið svo duglegir að sýna þetta og sjá þetta núna svo bara myndvislan og allt komið og þú veist allt í HD og svona, þannig að þetta er rosalega flott að fylgjast með þessu í dag. Já, nákvæmlega. Hjalti Árnason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best í sumar, það er nóg að gera þér í sumar. Takk hérlega fyrir mig og bara hlusta á ykkur, þið eru frábæri stókar. Já, bestu þakkir. Já, Sportátturinn heldur áfram göngu sinni, næsti viðmælandi minn er Evrópumeistari í spjótkasti, það er Helgi Sveinsson, en hann var Evrópumeistari núna á fimmtudaginn eftir sigur EM fallari frjálsum sem stóð yfir á Ítalíu. En lengsta kast Helga í keppninni var 55,42 metra sem er Evrópumótsmet í flokki F42 en heimsmet Helga í flokknum hélt þó velli það sem að það er 57,36 metra sem hann setti síðasta sumar en við förum hér inn á Helga eftir smástundi í spjall og svo eftir það er það formaður landssamband hestamanna Lárus Ásmann Hannesson og svo förum við yfir í rallið eftir það. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Spennandi sumarfatnaður fyrir alla